Góðan daginn, hjartanlega velkomin á enn einn laugardagsfundi hér hjá okkur. Og í dag það nokkuð stórt málefni. Það að segja hugmyndir rafstreng til Evrópu sem hefur talsvert verið í umræðunum á síðustu daga sérstaklega. Kannski í tengslu við ársfund Seðlabankans hérna á Landsvirkjun núna í vikunni. En þetta eru stórt verkefni, stuttur tími og við erum með einvala lið til þess að fræða okkur málið og við verðum með sama fyrirkomulag þegar frummælendur eru búnir að ljúka sér af þá er opið fyrir spurningar og stutt komment á eftir. En við skulum hefja þetta leikinn, hann Sigur Ríkja ætlar að byrja og svo kemur Magnús Bjarnason frá Landsvirkjun og Eiríkur síðan í lokinn. Þannig að ég ætla bara ekki að tefja, þetta er Sigur Ríkja Jóhannsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, fundarstjóri, ágætu félagar. Það er rétt hjá Jóninga, þetta er gríðarlega mikið efni, þannig ég ætla ekki að eyða miklum tíma í innganginn og gefa þeim Magnúsi og Eiríki aðal sviðsljósið í dag. Og þó segja að þetta er verkefni sem hefur auðvitað verið lengi í umræðunni og hefur oft komið upp, oft verið skoðað og oftast nær hafa menn fallið frá því vegna tæknilegra vandræða að menn væri að fara inn í óvissu tíma og hvort þetta væri hreinlega hægt. Það er svona meira svona í svona hugarfóstri manna að það væri áhugavert. Í fyrra, í janúar, þá lögðum við, og ég var fyrsti flutningsmaður, þá lögðum við fram þingsályktunartillögu að fela iðnaðarráðherra að skoða 4 þætti í raforkugeiranum. Þetta sæstrengsmál var einn þáttur. Ástæðan fyrir því var sú að við vitum að Landsvirkjun hefur haft mikinn áhuga á þessu og hefur verið að skoða þetta undanfarin ár og við töldum að það væri mjög mikilvægt að þetta mál yrði skoðað heildrænt. Það er miklu fleiri sem kæmu að þessu og þingsályktunartillagan fólst í því að búa til samráðshóp. Núna síðan á vordögum og þá tók iðnaðarráðherra þessa hugmyndu upp sem hún var nú komin frá okkur eða annar staðar. Þá er það þessum sambærilegar hugmyndir í gangi og var skipaður 15 manna samráðshópur sem allir þingflokkarnir koma að og orkugeirinn og síðan fólk hvaðanæfa úr samfélaginu, svona reynt að fá eins breiðan og ólík sjónarmið og hægt væri, neytendasamtökin, náttúruverndarsamtök, sveitarfélögin og annað í þeim dúr. Það er að segja að reyna að fá svolítið breiða sýn á þetta og skoða ákveðna svona lykilþætti. Og þeir munu ef að koma inn á það og eftir, en þetta þætti sem auðvitað þarf að skoða, það er hvað áhrif myndi lagning sæstrengs og sala orku í landi hafa á Ísland. Það er að segja hvað áhrif hefði það á orku til almennings og til fyrirtækja, hefði þetta áhrif á samkeppnisstöðu okkar að sækja orkufrekan iðnað til landsins. Þetta hefði líka að skoða arðsemina af þessu, hvert fer hún, hver á að eiga þennan streng, hver leggur hann og hvernig það er gert. Erum við að fara að selja orku úr landi eða erum við að fara að selja topporku úr landi? Það er svona mismunandi sjónarmið í því efni. Og síðan var bætt við verkefni, það var ekki upprunalega, það var sem sagt að þetta líka að skoða áhrif á umhverfið og það er líka aðilar sem hafa áhyggjur af því að það að fari menn af stað í slíkt verkefni og verði það veruleika að þá muni það þýða það að við þurfum að virkja allt sem að virkjanlegt vegna þess að það sé verulegur ágóði fyrir hendi. Þannig að það var bætt við þessum umhverfisþætti núna í haust sem gerir það meðal annars að verkum, kannski líka vegna pólitískrar stöðu ríkisstjórnar og að menn vil ekki endilega klára þetta mál fyrir kosningar. Steingrímur hafði kannski sérstakarn áhuga því að leggja slíkt fram. En fyrsta verkefnið, fyrst var verkefni okkar þessa hóps að ljúka störfum núna í desember. Það er búið að fresta því til 15. maí og
Það sem við höfum verið að gera frá því í sumar, við byrjuðum í ágúst, það er að safna inn upplýsingum, það er til mikið af upplýsingum, það er margir sem, eins og ég sagði, hafa verið að skoða þetta og við erum sjálfur sér lítið farin að ræða hlutina. Það er þó búið að ræða það að það þurfi augljóslega að fá utan aðkomandi aðstoð sérfræðinga til þess að kaupa inn í og þar þarf þessi hópur fjármagn frá ríkinu til þess að geta leita til sérfræðinga sem ekki í þessum hóp. Og einn af þeim hefur við þetta hér í dag, Eirík Svávason. Þannig að ég ætla að segja ykkur það líka að ég efasemdarmaður og við þurfum að spyrja gagnrýninna spurninga. Það er augljóst að það getur verið mikill ágóði í þessu. Það til dæmis kemur fram í McKinsey-skýrslunni sem var kynnt að þetta væri einn af bestu möguleikunum til þess að auka arðsemi orku í landinu. Ég ætla líka að segja það að eins ólíkir hlutir eins og Evrópusambands aðildarviðræðurnar hafa neikvæð áhrif á þessa umræðu. Það er bara einfaldlega þannig. En við ættum að reyna að ýta öllum þessum hlutum til hliðar, horfa á málið hlutlegt, vega og meta alla kosti. Er þetta skynsamlegt? Hvaða áhrif hefur þetta á Ísland? Þetta mun án efa hafa þá þýðingu að það hækki orkuverð hér innanlands, án efa. En getum við gert eitthvað til þess að vega upp á móti því? Það hafði þessa hækkun í för með sér í Noregi. En Norðmenn halda engu sér áfram, líka að leggja fleiri stefnur. Það er gríðarleg ágóði í þessu ef að rétt er á málum haldið og ágóðin rennir til almennings í landinu og þá komum við einmitt að því líka að orkuverð, umræðan raforku og kostnað innanlands er gríðarlega mikill þessa dagana og vaxandi þrýstingur. Það er til dæmis spurning sem ætlum að spyrja okkur bara líka samhliða þessu. Finnst okkur eðlilegt að það sé hægt að kaupa olíu, mjólk og símamínútur á sama verði hvar sem er á landinu og af hverju er það ekki hægt að kaupa raforku á sama verði á landinu líka? Og mun þetta hækkun á raforku sem yrði óhjákvæmilega myndi þessi munur á milli þeirra sem fá orkuna lægsta verði og þeirra sem er kaupana dýrustu verði meðal annars til húskyndingar, myndi sá munur vaksa og myndi þar af leiðandi misskiptingin í landinu vaksa. Það er alls konar svona hluti sem þarf að skoða og við þurfum að gera þetta með opnum huga og við þurfum líka að spyrja gagnrýninna spurninga því að þetta er gríðarlega stór ákvörðun og kannski náttúrulega miklu stærri heldur en við munum svara í dag þó við höfum góða sérfræðinga til þess að innleiða ákveðna þætti í þessu. Það sem við þurfum líka að skoða er varðandi. Það er alls konar þjóðréttarlegir hlutir eins og það að leggja svona streng er ekki bara tæknilegs eðlis að hann sé djúpur og langur, heldur fer hann í gegnum mismunandi hafvötn frá mismunandi ríkjum og alþjóðlega hafsvæði og það er fullt af spurningum. Og ég mun allavega að leggja það til í þessari nefnd og hef talað fyrir því að við fyrst og fremst vöndum okkur. Við höfum ekki að vinna undir einhverju pressu, þess vegna leist mér vel á þessa senkun, frestun á því að nefndin skilaði af sér. Það er galið að hafa svona samráðsvettvang ef hann á bara að vera til þess að stimpla að segja að það var haft samráð, en við höfum að gefa okkur þann tíma sem þarf. Þessu umræða það líka fór til samfélagið, því að ef við tökum þessu ákvörðun þá tekjum við undir með þeim landsvirkjunarmönnum sem hafa sagt að ef þessi ákvörðun verður tekin, sem þeir reyndar tala mjög jákvætt og hafa gert í nokkurn tíma, að þá verði að vera sátt hana. Þetta er ekki ákvörðun sem einhver lítill hópur tekur gegn vilja þjóðarinnar, það er alveg klart. Og með þessum orðum ætla ég að ljúka mínum máli. Þakkum Sigurði, hlutlaust, rökrænt, mat á þessum valkosti. Þetta eru bara einhverjum Framsóknarflokksins í dag, þannig að þakka fyrir Sigurður. Gjörðu svo Magnús Bjarnason. Hann er framkvæmdastjóri hjá Landsvirkjun. Hann kynnir sjálfsagt betur. Gjörðu svo vel. Eitthvað sem það er að stíga döðum. Ekki með það. Það er ekki það strík. Það er alltaf. Ef við fáum bara einhverju sérstönd þá... Já, það er búið að hjálpa þér.
það væntanlega koma. Já. Takk hérlega fyrir og takk fyrir þetta tækifæri. Ég get tekið undir allt það sem að Sigurður sagði hérna áðan og við fögnum því mjög að fá svona tækifæri í Landsvirkjun að koma og ræða þessa hluti. Þetta afskaplega mikilvægt mál og það er sjálfsögðu að ríkja það mikil sátt og menn þurfa að vera mjög samstíga í svona stóru verkefnum ef þau eru að ganga upp og alveg sammála því. Og það er líka mjög mikilvægt að leggja það áherslu að við erum í þessum fasa núna að skoða verkefni. Það er engin ákvörðun tekið til að leggja sætring og það er engar viðræður í gangi eða menn er ekki að fara í einhverja skuldbindandi ákvarðanir, þetta er einhverju verið að skoða verkefni. Og við lítum þannig á að það hefur verið mjög breið sátt. Vissulega hafa menn haft efasemdir, vissulega hafa menn verið að spyrja gagnrýna spurningar, svo við fögnum því, það á að vera að gera það, það er nákvæmlega sem við erum að gera á þessum tímapunkti. En það er eins og mjög ánægjulegt fyrir Landsvirkjun að það er mjög víðtæk sátt það í samfélaginu að þetta verði skoðað og það er nákvæmlega það sem við erum að gera núna. En áður ég tala kannski sæstrykkjum, ég ætla að reyna að vera fljótur að fara í gegnum þessa glæru vegna þess að ég held að það sé miklu áhugaverðar fyrir þennan hóp hérna að ræða málin. Þetta er ju stjórnmálaflokkur og hérna ég get ráð fyrir því að fólk hafi áhuga að ræða hlutina. En ég held að það sé mikilvægt að aðeins að setja þetta í samhengi, setja þetta verkefni í samhengi við stefnu Landsvirkjunar. Og Landsvirkjun hefur á undanförnum árum endurhugsað sitt hlutverk og mótað ákveðna stefnu. Á öllum tímum þurfa fyrirtæki að fara í nafnaskoðun og spyrja sig þessar spurningar ef það er ekki leið, ef það er aðeins að sveigja og það hefur vissulega verið að gerast hjá Landsvirkjun. Hlutverkið hefur verið skilgreint þannig að okkar hlutverk er að hámarka afrakstur af þeim orkulindir sem fyrirtækjum trúa fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Þetta er afskaplega mikilvægt og síðan undir þessu hlutverki hefur nokkrar stoðir og við höfum sagt að þó að þessar þrjár kannski hlaupi fyrst á mann þá má alls ekki gleyma þessum tveimur sem eru þarna undir að það er stöðu þau að þróa hæfni og hæfileika starfsmanna og skapa stuðning og samstöðu með opnum samskiptum við hagsmunaaðila. Nákvæmlega sem við erum að gera hér og sem Landsvirkjun hefur verið að gera með opnum fundum, með miklu virkari samskiptum, hvort sem það er á heimasíðum eða í fjölmiðlum eða samræðum. Tveir félagarnir hérna með mér hérna í dag sem að taka þátt í umræðum eftir. Það er Magnús Þór Gylfason sem er forstöðumaður samskiptasviðs og Ríkharður Ríkharðsson sem er forstöðumaður sölu og viðskiptaþróunar. En ég vil leggja athygli á þessum tveimur hér, það skiptir ekki miklu máli. En ég mun fyrst og fremst tala þessa þrjár hérna í mínu inngangi verkefni. Það sem gerir sæstrengsverkefnið sérstakt er það að það er eina verkefni sem hefur áhrif í raun og veru á allar þessar stoðir og sérstaklega þessar þrjár. Þannig að það er að hjálpa okkur til að stunda skilvirkari orkuvinnslu og framþróun. Við erum í raun og veru að fá tækifæri til að fá betri nýtingu út úr núverandi kerfi og það er ákveðin lykill að verkefninu. Við erum vissulega að fá fjölbreyttari hóp af viðskiptavinum þegar við fengjum þarna einn viðskiptavin sem væri breskur orkumarkaður. Og það er líka mjög mikilvægt þegar sem verður oft var við það í umræðinni að fólk lítur á þetta sem annað hvort eða. Þetta er ekki þannig verkefni og það er alls ekki verið að skoða með þeim gleraugum að það verði annað hvort uppbygging á iðnaði eða með sæstrengi. Þetta er hvoru tveggja og það er þessi fjölbreytileiki sem skiptir svo gríðarlega miklu máli og ég er Við áttum verið að nota þetta á okkar fundum að ræða hluti, við erum að velja milli þess að vaxa eða fá fjölbreytileika, hvort viljum. Við stundum þannig að þú verður að velja annað hvort. Og það er ekki spurning í mínum huga að við frekar taka fjölbreytileika. Og þetta er náttúrulega breyting á stefnu, þannig að þessi áhersla á fjölbreytileikan er gríðarlega mikil. Og svo þá þriðast þessum tengingu evrópska orkumarkaða og þá er mjög mikilvægt að hafa það í huga að það er ekki forsenda fyrir þessari tengingu að leggja sæstreng. Það er hægt að ná þessari tengingu með öðrum hlutum, öðrum verkefnum og það er mjög mikilvægt að það sé þannig. Þannig að sæstrengurinn er alls ekki forsenda fyrir því að þessi stefna gangi eftir.
erum við næstu. Já, ekki. Þá geta kannski margir svona spurt sig, hvað er þessi gildi hérna? Það ekki hlutverk Landsvirkjunar að skapa hagvöxt eða búa til störf, búa til útflutningstekjur? Svar okkar við þessu það að það ekki okkar hlutverk, en við munum hins vegar meiri árangri í því með því að horfa fyrst á þessi gildi hér. Með því að horfa á það að búa til fjölbreytileikann hjá Landsvirkjun og með því að horfa sérst á hlutverki hér og hámarka okkar afrakstur, að þá munum við búa til heilbrigðari vöxt í atvinnulífinu sem mun svo aftur skapa enn fleiri störf og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög mikilvægt líka að þó að þetta sé ekki skilgreint okkar hlutverk, að þá erum við algjörlega samfærandi að við munum meiri og betri árangri á þessu sviðum. Nú ég fer hérna aðeins yfir þess að hverja súlu fyrir sig, skilvirkari raforkuvinnsla. Það í því felst að við viljum geta byggt virkjanir fyrir minna fé. Við viljum geta náð betri nýtingu. Það er gríðarlega mikilvægt í okkar rekstri að nýtingin á virkjunum sé góð. Og það er mjög erfitt að ná kannski hámarks nýtingu ef þú ert með eina tegund af viðskiptavinum. Að þá einhvern veginn sveiflast allt í sömu átt á sama tíma. Þegar álver er undir pressu og álverið er lágt, þá vilja okkar viðskiptavinir heldur draga á framleiðslu, sem þýðir heldur minni sala hjá okkur og heldur minni nýting á virkjunum. Þannig að einsleitnin í þessu eins og þessu mörgu öðru að hún er ekki góð. Við tökum næstu þetta bara að fara hratt inn í gegnum þessa gleður. Önnur súlan sem er að ná í fjölbreyttan viðskiptavinahóp og menn staldra mjög við þetta og við erum mjög oft spurðið þetta, menn eru sífellt að spurja þessu spurningar hvenær verður samið, hvenær kemur tilkynningin nýja fyrirtækir. Og svarið við því er niður alltaf það sama og það veldur yfir vonbrigðum. Við getum ekki sagt neitt til það. En ef það er eitthvað eitt sem ræður því hvenær þetta gerist, að þá er það þegar að alþjóðleg fyrirtæki í heiminum trúa því að hagvöxtur í heiminum fara að vaxa. Allir þeir sem við erum að ræða við, og þeir eru fjölmargir og þeir sífellt fjölgandi, að þeir eru allir sameiginlegt að þeir hafa mikil áhuga á Íslandi, en þeir eru allir að tímasetja þetta saman. Það er þess að hagvöxtur í heiminum fer að trúa því almennt að hagvöxtur fari í þá átt að það verður vöxtur. Og þá gerist það að það verður aukin eftirspurn eftir flestum hráðurum sem að framleiða. Menn byggja ekki verksmiðju vegna þess að það er svo óbyggt að byggja verksmiðju. Menn byggja verksmiðju af því að þeir trúa því að þessi eftirspurn er því sem á að framleiða verksmiðju. Og það er þetta atriði sem að ræða mest það. En aðeins það gerist þetta. Já, það er einu tilbaka. En það er eitt sem ég ætlaði bara að nota tækifæri að nefna vegna þess að það er mjög áhugavert og það svona útskýrir líka betur mikilvægi fjölbreytileikans. Að það er ein lítil atvinnugrein á Íslandi, en mjög vaxandi atvinnugrein í heiminum sem við höfum verið mjög að fjárfesta í og við höfum verið að hafa áhrif á að reyna að fá hingað til lands og það er mjög áhugaverða. Og hún er akkurat áhugaverð vegna þess að hún er algjörlega allt aðrar áhættur heldur en þessi iðnfyrirtæki. Vissulega verður gott fyrir okkur að hafa hér kísilmálverksmiðjur og kísilkarbídverksmiðjur og efnavöruiðnað með álinu vegna þess að það er svona aðeins munur þarna milli. En samt er alveg hægt að komast líka þeirri niðurstöðu að allar þessar iðngreinar þess sveiflast með hagvexti heimsins. En síðan er þetta atvinnugrein sem er tilfæðilega ný atvinnugrein í heiminum sem er gagnaver og Landsvirkjun hefur mjög látið til sín taka og reynda að leggja allt sitt á mörkunum við að koma þeim að stað og þar erum við að sjá árangur núna. Við erum að sjá 2 fyrirtæki á Íslandi, annað sem er okkar viðskiptavinur og hitt sem er viðskiptavinur annars orkufyrirtækis sem er að vaxa, en þau eru vissulega að vaxa frá pínulitlu grunni, þannig að þetta svona sést ekki mikið í okkar tölum. Það er engan síður mjög mikilvægt að veita þessu athygli vegna þess að þarna erum við að tala atvinnugrein sem er með vissulega áhættur, því allar atvinnugreinar eru með áhættur og öll viðskipti snúast það að taka áhættur. En þetta er hins vegar allt önnur áhættur. Þetta er þá áhætt á því að tæknin breytist, sem vissulega mun gerast. En það er þá allavega komin allt annar áhættu prófíl heldur en að vera með exposure á hagkerfi heimsins. Við erum núna hjá Landsvirkjun, við erum mjög virk
og það er hluti af okkar stefnu. Snýr mjög að því sem við erum að gera, allir því sem hér dag, að við erum mjög virk í því að senda niðurniður skilaboð á tilteknar atvinnugreinar. Við erum mjög virk í því að koma fram og selja Ísland. Landsvirkjun sem langstæðsti orkuframleiðandi í Íslandi lítur á sem sitt hlutverk að selja Ísland og tækifærin á Íslandi. Vissulega viljum við líka fá einhvern skerf af viðskiptunum þegar þau koma hingað, en þar munum við keppa þá við önnur fyrirtæki og við sjáum árangur á þessu starfi að það eru sífellt fleiri sem við erum að ræða við og hópurinn er fjölbreyttari. Við erum frá næstu ykkur. Þessi spurning hér, af hverju kösum við að bera okkur saman við evrópsk orkufyrirtæki og horfa alltaf á evrópska orkumarkað. Nú eru til dæmis álver að keppa á heimsmarkaði. Það er vissulega rétt og auðvitað þurfum að taka tillit til þess hvað gerist í heiminum. En það er einfaldlega vegna þess að Evrópa er líklega áhugaverðasti orkumarkaður í heimi, eða ekki líklega, hann það, séð frá sjónarhorni orkuframleiðandans og Landsvirkjunar. Það er mest áhersla lögð á mikilvægi þess að auka framleiðsluna frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Það eru menn mest tilbúin til þess að greiða fyrir græna þáttinn og það er hvað mest að gerast í heiminum í dag í endurhugsun á orkuframleiðslu og orkustrategíu. Það er líka einfaldlega vegna þess að evrópski markaðurinn er nægjanlega stór. Þannig að við segjum að við erum að bjóða samkeppnishæfustu kjör sem er í boði í Evrópu og erum að bjóða þá bæði út frá orkulegu tilliti og eins út frá öðrum tilliti. Hér erum að bjóða upp á mikið og hagstætt landrými, við erum að bjóða upp á aðstæður langoftast við sjóinn, þar sem menn hafa góða hafnaraðstöðu. Við erum með gott vinnuafl og höfum mjög gott orðspor. Öll þau iðnfyrirtæki sem hér starfa, þau eru gríðarlega ánægð með þessi rekstur. Þeim gengur öllum vel, þau eru öll að hagnast mikið og við sem það er sjálfsögðu gott, því að það segir okkur það að þau geta greitt okkur hærra verð fyrir orkuna, þannig við erum ánægð með það. En það er mjög mörg rök fyrir því af hverju við völdum Evrópu og svo náttúrulega líka það að þetta er landfræðilega meðgöndu kosturinn og okkar lagaumhverfi er sem algjörlega samræmt við Evrópu. Það er ekkert að gera með Evrópusambandið. En ef við höldum áfram og förum þá í sæstrenginn, það er alveg rétt sem að Sigurður sagði hérna áðan að þetta er verkefni sem hefur verið skoðað í áratugi og það er ekkert nýtt að menn séu að skoða sæstreng. Þetta verkefni hefur skoðað bæði á vegum Landsvirkjunar, á vegum Reykjavíkurborgar, á vegum ríkisins langt skeið og menn hafa alltaf séð þennan sama möguleika að tala áðan að fá þessa áhættudreifingu að það væri gríðarlega áhugavert. Og þá er mjög mikilvægt að muna það að okkar sýn á þetta verkefni er alls ekki að menn sé að velja annarkvort eða. Það sem gerir þetta verkefni sérstaklega áhugavert fyrir okkur er náttúrulega að þetta styður allar stoðir Landsvirkjunar og þetta styrkir fyrirtæki gríðarlega mikið að því gefnir náttúrulega að það er forsendur sem við höfum verið að gefa okkur og við höfum notað til þess að greina verkefni séu réttar. Og það er það sem við erum að gera núna, það er verið að gera það á vegum nefndarinnar sem atvinnuvegaráðuneytið skipaði og Sigurður talaði áðan og var mjög líklega hans frumkvæði þegar hann bar upp þessa tillögu í þinginu að þessi nefnd var sett á laggirnar og afskaplega skynsamlegt skref og Valdimar sem hérna í dag að hann situr í þeirri nefnd og afskaplega skynsamlegt og nauðsynlegt skref. Það sem gerir þetta líka gríðarlega áhugavert núna fyrir okkur er líka þegar við horfum bara á möguleikum sem við fáum í að nýta okkar kerfi betur. Það er möguleikin ekki bara að selja orku úr landi eins og við þekkjum þessu orkusölu samninga sem er gert við iðnfyrirtæki þar sem við gerir einn samning eða nokkra samninga og þú ert með mjög svona jafna notkun og sveigjanleikinn er tiltölulega lítill á báða bóga en þó er það þannig að okkur að þegar hann er notaður að þá er hann allur á móti okkur. Þarna getum við verið einmitt með þetta spil á móti. Þannig að þegar það árar illa hjá iðnfyrirtækjum og þau vilja draga úr, þá getum við sagt þau ekki fínlega, það bara dragið úr eitthvað framleiðslu. Þannig að við getum boðið iðnfyrirtækjum upp á enn meiri sveigjanleika en þá tökum við orkuna og seljum hana til Bretlands. Það væri líka hægt að kaupa orku í Bretlandi þegar verðin er lágt þar og flytja hingað og selja hérna.
og nota svo til þess að auka enn orkuframleiðsluna. Þannig að þetta opnar upp alveg nýjan heim. Áhættudreifingin gríðarlega mikilvæg og það er einfaldlega staðreynd sem við verðum að horfast í augu við að uppbygging raforkukerfis á Íslandi og það er engin spurning að það var rétt að byggja upp álframleiðslu á Íslandi og það er engin spurning að menn hafa náð gríðarlegum árangri. Í dag er að framleiða 10% af öllu því áli sem er framleitt í Evrópu á Íslandi. Það er ótrúlegur árangur og þetta hefur gerst á 40 ára. Sigurður man það þegar að byrjuðu með álverið í Hafnarfirði að þetta voru þá 30.000 tonn. Núna er bara sú verksmiðja að fara upp í 220.000 tonn. Framleiðslan á Íslandi er að fara upp í ykkur 840-50.000 tonn. Þetta hefur gerst á 40 ára. Það er ekki mjög langur tíma. Það er oft gott að minnast á þetta þegar við erum að tala um gagnaverin. Álið byrjaði líka smátt sko, þannig að þetta er hægt og þetta mun verða endurtekið. En það sem við fáum eins og með sæstrengnum er það að við fáum þessa auknu áhættudreifingu sem er gríðarlega mikilvæg. Álið er frábær viðskiptavinur, þetta eru góð fyrirtæki, þau borga reikningana sína, þetta eru traust fyrirtæki, en það er hins vegar ekki gott að vera með einsleita áhættu og þess vegna þurfum við á þessari áhættudreifingu að halda. Tengingi við evrópska orkumarkaði að það opnar möguleika á því að selja það sem kallað er upprunaábyrgðir, raun og veru að fá greitt fyrir þennan græna þátt í orkuframleiðslunni á Íslandi vegna þess að hvað sem okkur líkar það betur eða verð og mörgum finnst þessi kerfi sem við erum að búa í Evrópu alls ekkert verið neitt sniðugt, en þá er það enga síður staðreynd að við erum hluti af þessu kerfi og Ísland er sem sagt hluti af evrópsku lagaumhverfi vegna samningsins um evrópska efnahagssvæðið og með því kom einhver kostur og einhver gallar. Og Evrópusambandið hefur búið til með kerfi þar sem að þeir sem sagt niðurgreiða eða hvetja menn til þess að auka framleiðslu með endurnýjanlegum orkugjöfum. Við kalla það núna 2020 markmið Evrópusambandsins og í þessu felast tækifæri fyrir okkur. Vissulega eru þetta afskipti og opinbera aðila, vissulega eru þetta niðurgreiðslu, vissulega sko er engin vandi að færa fullt af rökum fyrir því að þetta sé ekkert sérstaklega gott. En þetta er enga síður staðreynd og við erum bara hluti af þessu kerfi og þessi tenging við Evrópu, hvort sem hún er físisk með sæstreng eða hvort að hún er ekki með sæstreng en eins og við erum bara hluti af þessu kerfi, að hún gefur okkur þessi tækifæri. Hérna bara það sem ég hef talað mikið, þannig ég ætlum að starta lengi við þessa glæðina, þetta áhættudreifingu. Hér sjáum við í raun og veru hvernig tekjur Landsvirkjunar myndast í dag. Þetta er þá sala til alþjóðlegra iðnfyrirtækja og svona tæplega 90% af þessari sneið í dag er sala til álfyrirtækja. Þetta er íslenski markaðurinn. Okkur hefur tekist núna með því að endursemja og endursamningur okkar við Rio Tinto Alcan á árunum 2010 að hann minnkaði svona þessa beinu tengingu við LNG-markaðinn, álverstenginguna sem hefur verið gríðarlega farsælskref fyrir Landsvirkjun og skila okkur $20 milljónum í aukna tekjur og við munum halda áfram á þeirri leið en þetta er enga síður allt sama áhætta. Við getum ekkert horft fram við því að það eru áhættur í öllum atvinnugreinum og það eru áhættur í þessum áleiðinni. Þannig að ef okkur tækist og hér horfum við á þessa köku hér að auka og þannig að menn vissulega að gefa sér forsendur sem að ráða því hvernig menn fara með rammaáætlun og hvernig hvað okkur verið leyft að auka við framleiðsluna. En hér að menn gefa sér ákveðin, ég kynnti ykkur þessar forsendur á heimasíðu Landsvirkjunar eða þannig að menn að gefa sér ákveðina forsendum aukna framleiðslu fram til ársins 2025. Þá er þetta það sem við erum að selja í dagdýriðinnar. Þá er hérna sneið sem við höfum til þess að stækka kerfið með nýrri orku. Þetta getum við þá valið að selja. Einhver hluta af þessu færi til núverandi viðskiptavina, þess að þeir þurfa vissulega að vaxa. Einhver hluta af þessu færi til nýrra viðskiptavina sem væri þá eins og ný iðnfyrirtæki eins og PCC eða slík fyrirtæki sem við erum að ræða við. Eitthvað af þessu færi til nýrra atvinnugreina eins og gagnavera. Og síðan kæmi hérna ný sneið sem væri þessi sala beint inn á þann markað í Evrópu sem borgar hæst verð fyrir græna orku sem er breski markaðurinn.
Það má kannski já, aðeins hérna tæknilega hlutan. Alveg rétt sem kom fram hjá Sigurði að menn hafa talað þetta verkefni og þetta verkefni bæði tæknilega, viðskiptilega og pólitískt mjög flókið verkefni. Þannig ég ætla ekki að draga það í efa. En engar síður þá hefur á öllum þessum sviðum og þá hefur tíminn unnið með verkefni og við horfum bara hérna á sæstrengi og ef við förum hérna til 1950. 1950 byrjuðu Norðmenn að leggja sína fyrstu strengi. Norðmennstrengurinn, þó að menn tala mikið um hann í dag, en þá var það hugfast að Norðmenn byrjuðu að tengja sitt kerfi við nágrannalöndin strax upp á 1950. Með lagningu strengja til Danmerkur og síðan tenguðu Svíþjóð og Finnland og aðra markaði, að þá var þetta lítil reynsla af strengjum sem færi niður á mikið dýpi. Nú erum við komið 10 ára reynslu af sæstrengjum sem fara niður alltaf 1600 metrar dýpi. Sæstrengjum milli Íslands og Bretlands yrði hérna einhvers staðar kringum 1000 metrar. Þannig að það komin reynsla af strengjum sem fara niður á miklu meira dýpi. Það verið núna að skipuleggja strengi í Miðjarðarhafinu sem fara niður á allt á 2 km og meira en 2 km. Þannig að menn ekki lengur uggandi yfir þessu dýpi. Það sem menn hafa tekið þeirra áhættur, þeir hafa gengið ágætlega upp og þar alveg líður mjög betur með þeirra áhættur. Hitt atriði strengjum lengdin. Þetta yrði vissulega lengsti strengur sem verið lagður í sjó, en það hins vegar mörg dæmi strengi sem eru miklu lengri sem eru á landi. Og strengir á landi að mörgu leyti flóknari tæknilega heldur en strengir í sjó vegna kælingar, vegna náleiðar við aðra hluti og svo framvegis. Þannig að lengdin eitthvað sem að flestir tæknimenn, ég tekja skýrt þannig ég ekki tæknimaður, en sem tæknimenn sem segja að það ekki það sem menn hræðast í dag. Þannig að það hefur mjög margt gerst á undanförnum árum sem hefur styrkt verkefni. Þarna sjáum við En þá, svona með spurningarnar, hver eru áhrifin á raforku á Íslandi, hver eru áhrifin á atvinnusköpun á Íslandi, hver eru áhrifin á umhverfismál á Íslandi. Þetta eru allt gríðarlega mikilvæga spurningar, mjög mikilvæg fyrir eitthvað sem eru hérna, þetta eru mjög pólitískar spurningar. Sigurður kom inn á raforkuverðið á Íslandi og var með ágæta samlíkingu síman og mjólkina og bensínið og hvort allir þetta fá verið á sama verði. Og talaði þá hátt rafmagnsverð á vissum hlutum á landinu sem nota rafmagn til húshitunnar. En þar það ekki, og þarna verðum við svona aðeins að átta okkur að því, þar ekki að kenna háu rafmagnsverði. Sko, já, og það fyrst og líka bara magn. Það þarf svo mikið rafmagn til þess að hita upp hús. En staðreyndin svo að rafmagnið selt á lægra verði. Og á þessum stöðum, en við veitum það öll og það bara eiginlega mjög ósanngjarnt að það séu heimili í þessu landi sem að borga 10.000 á mánuði, 60-70.000 á mánuði fyrir rafmagn. Á sama tíma það aðrir sem borga 10.000. En megin ástæðan svo að þau eru rafmagn til þess að hita upp húsin. Þetta líka mjög mikilvægt þegar við tölum áhrifin hér á Íslandi vegna þess að við, langflestir sem búa á þessu landi, 98%, nota heitt vatn til þess að hita upp húsin. Og þegar við horfum til Noregs, þá nákvæmlega sama þar. Það stærsti hlutin af rafmagnsreikningnum til þess að hita upp húsin. Og þegar menn eru svona að tala við einhverja sem hafa reynslu af því að búa í Noregi eða Svíþjóð og menn eru að segja sögur af rafmagnsreikningnum, að þá erum við að tala heildar rafmagnskostnaðinn þar sem að stærsti hlutin húshitun. Ég skal drífa mig. Alveg rétt sem kom fram að hækkun í Noregi, ef við tökum hækkunina, en við áum líka að hafa það í huga að þegar að rafmagnin breytist, þá svo margt sem hefur áhrif á bara að segja það að strengurinn hafi haft áhrif í Noregi, en þetta eins og 14%. Ef við tökum hér 14% hækkun á rafmagni á Íslandi og spyrjum okkur hvaða áhrif hefði það á íslensk heimili, að þá það þannig að þriðjungur af rafmagnsreikningum sem við fáum heim til okkar rafmagnshlutur. Hitt eru skattar og dreifing og þannig að þriðjungshlut og rafmagnskostnaður á meðalíbúð 100.000 krónur á ári sem alltaf mjög lágt og ef við gefum okkur það að þriðjungshluturinn sem þá 33.000 hækki 14%,
þá erum við að tala um 5.000–6.000 krónur á ári. Nú er ég ekkert að fullyrða það að þetta séu áhrifin, en það er samt mjög mikilvægt að átta sig á því að þetta er ekki bara rafmagnshlutur. Það er svo margt annað. Stjórnvöld geta gert mjög margt til þess að hafa áhrif líka á verðlagningu. Það er í dag 24% virðisaukaskattur á rafmagni. Það var hægt að fella það niður. Þannig að það er mjög margt sem þeir geta gert til þess að koma til móts við ef rafmagn hækkar. En það sem við fyrst og fremst að muna eftir er það að 90% af allir þeirri orku sem við framleiðum í þessu landi miðað við þessa aukningu sem við erum að tala um hérna, eru þá seldur til einhverja annara en fólk sem býr í landinu. Þetta erum við bara komið nákvæmlega sama dæmi eins og við fiskinn okkar. Var það gott þegar að fiskurinn var mjög ódýr út í fiskbúð fyrir 30 árum síðan? Nei, það var ekkert gott, vegna þess að það vorum ekkert sérstaklega góð í að selja fiskinn alþjóðlega. Það var ástæðan fyrir að fiskurinn var ódýr. Þegar við vorum að ná árangur í að selja fiskinn alþjóðlega, að þá gerðist það náttúrulega að fiskurinn hækkaði í fiskbúðum okkar. Og það var gott fyrir samfélagið, vegna þess að þá var arsenið í íslensku sjávarútvegi að aukast, sem í dag er svo undirstaða sem við stöndum á. Rétt hérna, og þetta er síðasta glæran, ég byrst afsökunar, ég fór líklega aðeins fram yfir tímann, en þessi samanburður við Noreg, bara rétt að minna okkur á það að við sjáum að árangur sem Norðmenn hafa náð í sínum olíuiðnaði og hvað þetta er gríðarlega sterk stoð undir norska hagkerfið, en þetta var ekki sjálfgefið. Og á sama tíma og Norðmenn fundu sína olíu, þá voru Danir líka að finna mikla olíulindir og Bretar. Þeir fóru aðra leið og þeir kláruðu sínar olíulindir mjög hratt og lögðu ekki í sjóð. Þeir voru kannski fyrir vikið mjög sterkan gjaldmiðil í einhver tíma eða eitthvað slíkt. Norðmenn fóru þess að skynsamlega leið, en það er það tímur hér sem við erum að benda á. Það kom langt tímabil þar sem að menn voru með neikvæð fjárhagsáhrif í Noregi. Og hefði olíuverð ekki hækkað gríðarlega mikið, sem var alls ekkert fyrirsjáanlegt 1970, eins og það gerði eða eftir 2000, að þá hefði arðurinn ekki orðið jafn mikill og raun ber vitni. Við erum þóttið að segja það að raforkan á Íslandi er auðlind sem er að einhver leyti sambærileg við þetta í Noregi. Þetta var síðasta glæran, en þetta mér hlakka til þess að fá að ræða við ykkur eftir, þannig að ég ætla að Takk fyrir. Tíminn líður hratt og gerfið hnatta upp og líka í ræðustól, þannig að við erum að drífa okkur áfram. Já, Eiríkur Savarsson gerur svo vel. Komið bless og sæl, Eiríkur Svavarsson heiti ég, lögmaður. Ég vil nú þakka alveg kærlega fyrir þetta tækifæri að fá að koma hérna og ræða aðeins þetta mál. Það liggur svo til að þetta hefur nú verið svona ákveðið áhugamál hérna, en kannski markast ekki síst af því að ég svona verið auðvitað að stunda hefðbundin lögmennskustörf, og þá á ég nú ákveðna forsögu þegar kemur á orkugeiranum, því að ég starfaði nú hjá því ágæta fyrirtæki Landsvirkjun nokkur ár og þar fyrir utan að þá hefur það nú svona fylgt mér svolítið í störfum að vinna að orkutengdum verkefnum á bæði á lagalegu hliðinni en ekki síður kannski á markaðslegu hliðinni, vegna þess að ég hef síðan starfað með félögum mínum í Evrópu í verkefnum sem eru þá afmarkari, bæði í Þýskalandi og Noregi, þar sem að hefur verið byggðar upp litlar stöðvar, ýmist vatnsafl eða með öðrum framleiðsluaðferðum eins og í vindorku, þar sem að framleiðendur hafa verið að koma vöru sinni á markað og vilja þá fara og skoða sérstaklega grænu tekjuhlutann sem ég ætla að vera aðeins að koma inn á hérna eftir smá stund. Það er staðreyndin að raforka í dag í Evrópu, hún hefur raun og veru tvenns konar verðmæti. Hún er annars vegar seld sem raforka til notanda og hins vegar hefur hún verðmæti ef hún er græn, þar að segja hún er framleidd með endurnýjanlegum aðferðum,
eða endurnýjanlegu orkugjöf, að þá hún sannsagt, þá hefur hún aukið vægi og þá ýmist í hærra verði eða þá að svokallar upprunaábyrgðir vegna þessar raforku geta gengið kaup og sölu. Nú, umræðefni hérna rafstrengur til Evrópu sem hefur auðvitað verið hér á borðum nokkuð skeið. Það alveg útilokað að taka það fyrir hér í stuttu erindi 10-15 mínútur og ræða það af einhverju dýpt. Ég ætla að taka hérna nokkur atriði. Ég sá Magnús fór yfir ýmis mjög góð atriði í þessu og ég verð að segja það að staða málsins svo að Landsvirkjun jú búin að vera að skoða þetta verkefni í talsverðan tíma núna með alvarlegri og meiri hætti heldur en við höfum þekkt áður. Og það kemur kannski til af því að þessi framkvæmd kannski ekki bara tæknilega möguleg í dag. Það að segja þeim skilningi að flutningstöp í svona streng séu talsvert minni með stöðugt þróaðri tækni í strengjum. Heldur þetta líka, eða hefur svo breyta í raun og veru breyst ef svo má orðið komast að þetta orðið fjárhagslega hagkvæmt. Svona minnst mjög líklega. Og það hefur augljóslega farið fram að ég tel nokkuð skipulögð og fagleg skoðun á málinu innan Landsvirkjunar á síðustu árum. Núna telur þetta fyrirtæki okkar allra landsmanna sem vera komin á einhvern punkt og málið komið inn á landsmálasviðið, svo má orðið komast, til eigenda félagsins sem að þurfa þá að fara yfir þessar stóru spurningar og því miður kannski pólitíkin á Íslandi ekki nógu öguð til þess að fara eins skipulega yfir þetta verkefni sem ég held að þurfa að fara yfir það og yfir ýmis atriði í því. En ég ætla að vona það og ég klára á því að það margt fólkið í íslensku stjórnmálum sem hefur áhuga og vilja til þess að svo verði og hef ég fundið í samskiptum við Sigurð Inga, hann nú alveg örugglega einn af þeim. En ef ég kannski byrja aðeins á verkefninu sem slíku og við byggum að færa þarna yfir að þá eru kannski bara svona nokkrir örstuttir punktar sem að ég vil draga fram og þá fyrst að Landsvirkjun og kannski ársfundir Landsvirkjunar síðustu 2-3 árin hafa verið leiðandi aflaðins í þessari umræðu og opinberu vettvangi. Það hefur þá verið forstjóri fyrirtækisins sem hefur verið að fjalla sæstrengsmálið og tilgreina þar ákveðnar upplýsingar og ákveðin atriði sem þá virðast hafa verið til skoðunar. Og þetta kannski dregið svolítið úr þeirri umræðu, það að segja að það hefur verið rætt sæstreng sem yrði 700 megawatt og til að setja þetta kannski eitthvað samhengi að þá minni mig að afsetning Kárahnjúkavirkjunar sé 690 megawatt og þetta hefur verið tala sem hefur verið í umræðunni. Hvort sem þetta verður svo endaniðurstaðan, einhver minni strengur eða einhver stærri strengur, þurfum ekkert að velta því fyrir okkur akkurat núna. Þetta strengur sem verður þetta með 1000 km langur og það virðist vera svona frekar óvísnu kostnað af þessari framkvæmd en það hafa verið nefndar tölur sem eru á bilinu 1,5 til 2 milljarðar evra kostnaður við að leggja þennan 1000 km streng á milli Íslands og Bretlands. Og þetta eru þá ca. 240 til 320 milljarðar svona á gengisróli evrunar í dag. Það hefur líka verið sagt í þessari umræðu að þessi strengur kæmi aldrei til fyrr en eftir 2020. En eins og ég skil umræðuna að þá hún einhvers staðar, þá menn að horfa á þessa framkvæmd eða ekki framkvæmdi tekur langan tíma en við erum að horfa á tímabil sem að sæstrengur yrði kominn upp á milli landana einhvers staðar á bilinu 2020 til 2025 eins og ég skil umræðin í dag. Þetta hefur nefnt stærsta viðskiptatækifæri sem Íslendingar standa frammi fyrir og það kann alveg vel að vera. Ég einn af þeim sem hef ekki, ég skulum orða þannig, ég hef ákveðið að nálgast þessa umfjöllun þannig og ég fagna því eins og ég segi að hún sé tekið hér og án á að vera takk, hún á að vera tekin á næstum mánuðum og misserum og jafnvel árum sem víðast í þessu samfélagi. Ég ætla að nálgast þessa spurningu sem einstaklingur þannig að ég vil bara fá aðeins að heyra
hvernig rökræðan ég vil fá mikið meira upplýsingum til þess að meta þessar spurningum, til þess að meta það hvort að við eigum að ganga þetta skref, en það vissulega þannig að það eru ákveðnir kostir í þessu sem við þurfum að horfa á, og það eru þá líka kannski ákveðnir gallar í þessu sem við eigum líka að taka inn í þessa mynd þegar verður að vega og meta afstöðuna til sæstrengs frá Íslandi eða ekki. Því þetta vissulega mikið framtíðarmál. Nú, ég vil kannski taka tvö atriði núna strax, ef þú myndir færa þér á næstu glæru sem að það náttúrulega í fyrsta lagi það að hér í fyrra var lögð fram á Alþingi heildstæð orkustefna fyrir Ísland sem að var unnin á vegum iðnaðarráðuneytisins á þeim tíma og hún frá nóvember 2011. Ég svona sem leikmaður þá ég ekki alveg klár á því hver status þessarar orkustefnu, hvort að þetta hinn formlega orkustefna landsins eða ekki, en skýrsla stýrihóps mótun þessara stefnu var lögð fram. Í henni þá getið sæstrenginn á 2 blaðsíðum af 75 og þar samsagt eru nokkrir punktar sem að ég tók úr þessum 2 blaðsíðum sem ég finnst mikilvægt að nefna, af því þetta þá hluti af stefnu þjóðarinnar í málinu ef gildi plaggsins slíkt, og þá það þannig að samsagt menn horfa á sæstreng til þess að selja umfram orku úr íslenska kerfinu og erlenda markað á álagstíðum. Sýnin svo að það sé verið að fara að taka viðbótina, auka framleiðsluna og flytja hana til útlanda, flytja hana í sölu á markaði og Evrópu. Ég hef efasemdir stórkostlegar það að þetta geti orðið raun og að þetta sé raunhæft. Ég held bara einfaldlega að orka, ef að aðgangurinn á annar borð fyrir hendi, að þá muni orkan fara á betur borgandi markaði og það muni fljótt verða svo þróun að ekki bara umfram orka, heldur orka, önnur orka fari út, og ég ætla nú að fara hérna yfir 2 glærur aðrar í því samhengi. Nú, í stefnunni talað að þessi strengur verði minnst að vera 500 megawatt. Að það sé þá væntanlega þannig, þó það sé ekki skýrt út í skýrslunni, að hann get ekki verið fjárhagslega hagkvæmur nema því aðeins að hann sé og yfir 500 megawatt að stærð. Aftur til samanburðar, Kárahnjúkavirkjun 690 megawatt. Þannig að þetta þykir mér skipta máli þegar kemur að umferð strenginn, og kannski einmitt þetta með fjárhagslega hagkvæmur strengur, að þá þarf augljóslega að tryggja þarna einhverja lágmarksumferð til þess að þetta sé einmitt fjárhagslega hagkvæmur strengur. Nú, síðan kemur fram þetta markmið orkustefnunnar í þessari stefnu, og þar sem sagt talað að rjúfa einangrun íslenska raforkukerfisins með lagningu sæstreng. En þegar að það reynist þjóðhagslega hagkvæmt til að hækka meðalverð seldrar orku, þannig að það tilgangur stefnunar, orkustefnunar, að hækka meðalverð seldrar orku. Færið aðeins á næstu glæru. Það eru 2 atriði eftir að ég búinn að sýna ykkur þetta sem langar að sýna ykkur líka, til þess að menn gerir sér grein fyrir því. Og þetta tekið úr þessari skýrslu, þessi mynd, og hérna sjáið þið virkjað orku á Íslandi. Hún í þetta rúmlega og yfir 17 terávstundir og hún skiptist nokkurn veginn svona, þar að segja, almennur markaður þessi kaka hérna. Aðrir eru stóru viðskiptavinir, ef að segja íslensku þjóðarinnar, þar að segja álverin á Íslandi, þau skipta með sér restinni. Og þetta náttúrulega mjög sérstakur markaður í samanburði við orkumarkaði í Evrópu. Vegna þess að orkumarkaðir í Evrópu búa ekki við það að það ekki nema 10% af framleiddri orku sem að fara á almenna markað. Það mikið herra hlutfall í öðru löndum. Og
ég tel að sú staðreynd hafi mikið vægi inn í mat á sæstrengsverkefninu hér. Vegna þess að ég held að sæstrengsverkefnið feli í sér ákveðna grundvallarbreytingu á orkumálum þjóðarinnar. Og ég ætla að fara aðeins betur í það, en hér hinum megin sjáum við bara til samanburðar að þetta það sem virkjað 16,9 terawattstundir. Svo náttúrulega verið að deila það á þingi, þessa stefnu hérna, þannig að þetta nú auðvitað sýnt kannski með einhverju fyrirvara, en hér sem sagt gert ráð fyrir því samkvæmt rammaáætlun að það séu 13 terawattstundir sem geti komið til viðbótar í framleiðslu í framtíðinni á Íslandi. Og ef þú færir mig og færu, þá skulum við gera okkur grein fyrir því að hér eru orkusamningar við stórnotendur. Ég nefndi þetta áðan hvað þetta er einkennandi við íslenska orkumarkaðinn að 90% af framleiddri orku fer til stórnotenda og það skiptist svona. Hérna höfum við Alcoa sem er með samning svona cirka til 2048 og síðan eru hérna aðrir framleiðendur og samningar þeirra sem sagt losna svona út úr kerfinu eins og staðan í dag. Og við sjáum hér á toppnum eru Elkem í Grundartanga og Norðurál á Grundartanga. Þetta eru þeir fyrstu samningar sem að falla hér út og þetta skiptir ákveðnu máli að mínu mati þegar verður að vega og meta þessa umferð sem getur farið inn á sæstreng. Vegna þess að væntanlega einhver hluti, það verður nú sjálfsagt örugglega ekki allt, vegna þess að það myndi nú þýða endalok hérna ákveðnar atvinnu hérna þátt á, eins og Magnús fór hérna yfir mjög rækilega áðan, að sæstrengur á ekki að fela í sér sko einhverja yfirfærslu yfir á annað svið í sölu orku heldur á þetta auka fjölbreytileika. Þannig að Hvað er að fella að ég sé því? Hvað séu? 2019. 2019. Þetta er 2019, 2020 cirka hérna og það, en sko hvaðan á orkan að koma sem á að fara inn á streng sem að verður fjárhagslega hagkvæmur ef hann er 500 megawatt eða stærri. Það hlýtur að koma úr núverandi sölu, en það getur þá líka komið úr hérna frekari virkjunaruppbyggingu. Og ef þú færir þig á næstu glærum, þá held ég að þetta sýni það og klárlega að verkefni sem kostar á bilinu 240 til 320 milljarða. Við minnir að Kárahnjúkavirkjunarverkefni kostaði 118 milljarða eitthvað svoleiðis. Þá þetta næstum því tvisvar stærra verkefni í fjárfestingarlegu tilliti. Og aðili sem fer í það, því ekki held ég og það algjörlega rétt mat forstjóra Landsvirkjunar sem hann hefur opinberlega lýst yfir að það ekki, þetta ekki verkefni sem að íslenska ríkið hefur fjárhagslega burði til að fara í. Þetta verður svokölluð verkefnafjármögnun og þá mun auðvitað fjárfestingaraðilinn gera kröfu til ákveðnar lágmarksumferðar strenginn. Og þegar við tölum síðan í þeim anda það að þetta sé verkefni sem að þurfi að lágmarki streng sem er 500 megawatt eða stærri, að þá held ég að þegar allt saman komið, þá felist í ákvörðuninni að virkja meira. Og það þarf ekki að vera neikvætt, höfum það þá bara til staðar að sæstrengsverkefnið felur í sér frekari virkjun og hagnýtingu virkjana kosta. Og ég held að það sé að þó nokkuð stórum skala, vegna þess að mér sýnist að þetta geti tæplega gengið öðruvísi en að það verði það verði talsverð mikil umferð þennan streng, eins og við erum búin að sýna. En það sem hins vegar, það eru náttúrulega alveg ótrúlega mörg atriði sem að snúa þessum streng og það eru náttúrulega, við getum skipt gróft í tvo flokka. Það er annars vegar þau atriði sem ég finnst að svona fundir eigi að snúast og síðan og atriði sem að svona afleiðingar og áhrif og þetta eru þættirnir sem ég held að nefnd sem að hér hefur verið nefnd hljóti að vera að fara yfir og þurfi að fara yfir og út úr henni þessari nefnd komið þá eitthvert plagg sem að við getum þá unnið meira með í opinberu umræðinni og
geti orðið ákveðið leiðavísir af því að taka ákvörðun það hvort að eigi að fara í þetta eða ekki. Síðan í öðru lagi þá eru fjölmörg atriði eins og umhverfismat, leyfisveitingar, alls konar. Það liggur alveg fyrir að rafstrengur hér passar eins og flís við rass við ákveðnar Evrópureglur í orkugeiranum, stefnu Evrópusambandsins að auka samtengingar milli landanna og þarna geta auðvitað verið ákveðin aðkoma að fjármagni, það finnst mér bara mjög líklegt. En bara til þess að reyna að loka þessu stutta erindi mínu hér sem ég væri alveg til að hafa mikið lengra, þá tel ég alveg klárt að markaðsumhverfi raforku breytist mjög mikið með þessu. Það verður auðvitað þannig og ég held að það liggi alveg fyrir að markaðurinn sem raforkan þá að fara inn á, einingaverðið þar eru talsvert mikið hærri heldur en gengur og gerist á íslenska einangraða raforkumarkanum. Þannig að arðsemi sölunar verður töluvert mikið meiri og þetta mun auðvitað þá hafa líka þau áhrif að raforkuverð á Íslandi hækkar verulega vegna þess að þetta einn og sami markaðurinn. Það eins og fram hefur komið, það hægt að fara hér í ákveðna mótvægisaðgerðir varðandi það ef að þetta ákvörðun, eins og ég vil nú kannski segja þjóðarinnar að fara í þetta risavaxna verkefni og svo vil ég kannski benda á það að við höfum lagt hér rosalega áherslu á það í okkar orkustefnu og heilt yfir finnst mér hún hafa verið mjög farsæl. Við erum búin að byggja upp mjög marga góða virkjunarkosti á Íslandi. Við erum með Landsvirkjun sem í eigu ríkisins sem með 70% af framleiðslunni í landinu og við höfum gert margt mjög gott fram til þessa og við höfum allar forsendur til þess að halda áfram að halda vel á þessu ekki. En þá vil ég benda á það að af því að áherslan hefur verið á að byggja upp virkjunarkosti og eyða, ef ég má orða framleiðinni af virkjunarkostunum í frekari uppbyggingu, að þá hefur sú staða verið uppi að í 65 ára sögu Landsvirkjunar hefur arðgreiðslur fyrirtækisins til þjóðarinnar verið að mjög skortum skammti og eiginlega bara allt og litlar ef maður horfir á það. En það verður þá að mínu viti í þessari sæstringsumræðu að binda það alveg saman. Arðurinn af þessu hljóti þá að koma til eigandans og það verður þá bara að vera bein lagasetning það að þegar hugsanlega einhver svona benchmark þar sem að það er tilgreint að þegar arður svona mikill þá farið svona stór hluti hans til ríkissjóðs eða eitthvað þess háttar. Þetta auðvitað útfærsla, en ég held að þetta sé mikilvægt atriði þegar menn fara að vinna með þetta mál eitthvað frekar. Ég segi að það verður ekki aftur snúið, þó að verkefni sé risavaxið, þá á það ekki að skapa ótta. Aðalatriðið það að fara yfir þetta með mjög faglegum hætti á öllum hliðum en það hins vegar einhver blöður það að fletta mínum að því að þetta öðruvísi verkefni heldur en að við höfum verið kannski að fást við að því leytinu til að þetta mun fela í sér breytingu, grundvallarbreytingu orkustefnunni. Hagnýting orkunar verður önnur. Ég tel að framleiðendur muni leita og seljendur orku muni leita með hana út vegna þess að hún er bara betur greidd, hærra einingaverð á öðrum í Evrópu. Þetta hlýtur að hafa langtíma áhrif á stóriðjuna. Þetta verður ekki í raun alveg annað hvort eða, en þetta verður samt mjög nálægt því. Það verður aukin áhersla á sæstrengnum. Þetta verður ekki þannig að það sé bara val á milli það að taka toppinn og selja hann út. Það verður mikið meira sem fer í gegnum sæstrengin. Og það er ekkert eitthvað sem að pólitíkin endilega ræður og ætti að ráða. Það er bara grundvallarákvörðun sem verður að fara að taka hérna og síðan það mál þá komið. Og það er bara þetta kannski að lokum að breytingarnir verða líka þær að vegna þess að markaðsverður raforkunni hækkar þá verður hægt hér á landi að fara að stunda annars konar framleiðsluaðferðir með fjárhagslega hagkvæmum hætti.
það er þá til dæmis uppbyggingu frekar í vindorku, eins og reyndar Landsvirkjun hefur þegar hafist handa við Búrfellsvirkjun, og síðan eru hugsanlega aðra leiðir, til dæmis eins og annars konar hagnýtingaraðferðir við jarðvarmann sem geta orðið þá fjárhagslega hagkvæmar þegar að sæstrengur kemur. Ég líti þetta sem ákveðna kosti í þessu, og ég líti auðvitað það sem ákveðin kost ég vil segja, þetta getur klárlega stórbætt lífskjör á Íslandi að því leytinu til að sala á raforku, jafnvel í miklu magni yfir til Evrópu, mun þýða töluvert meiri framlegð af raforkusölu frá Íslandi heldur en við höfum verið að sjá. En þarna verður lykilatriðið, ber okkur hér, sagan er reyndar aðeins á móti okkur í því, ber okkur svo gæfa og sýnum við þann aga að nýta þá þann ávinning, til dæmis til þess að fara að greiða niður eitthvað af skuldum þessa þjóðarbús, svo ég taki nú eitt lítið dæmi. Ég ætla bara að láta þetta duga.